gaman að fá þig heimsókn. Takk fyrir. Heyrðu, hvað er að byrja, sko? Mér langaði svolítið að byrja bara á byrjunin í lífsorðanum. Já. Og byrja bara á númer 1, notaðu andardráttinn. Já. Andardrátturinn, ég var einmitt að taka smá önduninn á hann og geri það flesta mótna allavega eitthvað, svona til þess að allavega ná að þenja þess út þindina og lungun og anda þá vonandi betur yfir daginn. Já, þetta var allt saman til þarna ég var nauðungarvistur að geðdeild, já, þá byrjaði ég að skrifa þetta og kannski var þetta bara, eitthvað sama viðleitni og 1999 þegar við byggum til Geðurinn 10 og bara eitthvað svona skilabóð. Fólki finnst þetta svolítið erfitt að díla með hann boðhátt í dag eitthvað neginn. Þetta er allt í boðhætti. Ok. Og líka Geðurinn allt í boðhætti. En þetta var til manni, þessi fyrsta setning bara inn á að því að loka hernin á herbyggi í 3 vikur og bara rúm og stóll og ég var fullur á orku og í mikilli svona manju. Og reyndi ég bara svikat að sitja á stólnum og einhvern veginn draga andan í svona eitthvað punkt í solar plexus og reyna að nota andardráttinn þess að róa með þess. Mm-hmm. Já, og svo einhvern veginn kom þessi orð svona eitt að öðru og svo urðu partur af þessari bókinu, sko, því að Vertu Úlfur bókin var bara þessi saga og svo skrifaði þessi lífsorð líka og fekk sálfræðing með mér í það að skrifa þau og endanum urðu partur af bókinu. Minnir að þú hafur einhvern tíðan sagt við mig, sko, þarna þegar þegar þú varst að hugleiða á morgnana að þá hafur sko fundið að þú veist að eftir kannski x marga mínútur að þá droppið andardrátturinn og þá sérstu í þindaröndun meira og minna út daginn. Já. Ég hef bara alltaf verið svona næmur, sko, á skynjun og ég var á svona hugleiðslur í tríti með einhverjum 33 Íslendingum og við höfum Brahma Kuramis í Oxford og Herragarð í Oxford núna í janúar og partur af þessum 4 dögum sem vorum það var hugleiðsla þessum svona indversku gúrú eða ung kona satt í gublu upp á sviði og þetta horfi í augun á hann og hugleiða í 50 mínútur í þögn og horfa bara í augun á hann og eftir svona hálftíma þá fór ég að fá skynvillur eða alternatífa skynjun þess að höfuð á henni breyttist í gamla konu og gamla mann og ljón og svo kom bara ljós og svo fann ég bara hvernig kom eitthvað fólk í gegnum mig og þannig að ég fekk svona miklar skynvillur. Þannig að ég hef alltaf verið svona næmur og ég finn sérstaklega fyrir þessu bara þegar maður svona tekur sér hvíld frá þessu rafsegulsviði sem umlykur okkur af því að við erum alltaf bara rafmagn, sko, og tíðni, hjarta rafmagn og heilin alltaf bara rafmagn. Þannig að maður þarf svolítið að fara vel með skynfærin, alltaf. Þessi hugsun sem svo dóminerandi, hún er svo lofuð, því hefjum mann á stall þessa hugsun að ég verið svona undanfara að umbytta með meira skynjun, bara auðvitað hugsa maður skynjun, en að velja þessu bara hver líðandi stundu hvað ég að skynja, að því hugurinn svo upptekinn að það vera annað í fortíð eða framtíð og vill vera að greina allar skapaða hluti. Greina og fara í lúpur og svo náttúrulega vex það sem maður hugsa sko, þannig að það skiptir máli hvað maður hugsa Hjórum þetta hugsa, ég var í farguf í gærkvöldi og kom allt í henni til mín eitt af því af hverju mér finnst þetta svona gott fyrir mig að við erum með þessi 5 skynfæri allavega svona með traditional skilning og ég nota augun svo mikið, þú veist, í vinnunni minni og maður er stundum í ekki stundum, maður er svo mikið í skjáunum og allt þetta. Þarna er ég mjög mikið, sko, ég tek oft sánuhattin og drega niður frá augu og þá er ég einmitt allt í hennu komin í, sko, eyrun, nefið, það er verið að setja einhverja ilmi á steinana og svo ef maður jafnvel að setja eitthvað saltskrúp á líkamann og maður náttúrulega finnur líka fyrir snertingunni, þú veist, það er hitinn og kuldinn og jafnvel er að drekka eitthvað kókosvatn og finna og allt í hennu það, svo gott að komast í hinn skynfærin. Því mér finnst augun erta svo mikið einmitt framheilan og hugsunina, sko. Já, þau eru svo dóminant í dag, sko, við skynjum svo mikið með augunum. Já, það er. En þau eru sér skynvillu. Sko, er þetta skynvilla? Þetta er annars skynjun sem er út fyrir eitthvað sem
flestir eru sammálum að sé eitthvað innan eðlilegra marka. Já, en þetta En erum við ekki alltaf að komast betur og betur að því að það er mjög mikið sem við vitum ekki? Jú, en þetta kannski ekki endilega villa fyrir mig, en en við vorum allan að 2 þarna í þessum 33 manna hóp sem upplifðum svona skynvillur. Já, fórum að sjá eitthvað sem aðrir sá ekki og skynja eitthvað. Þetta alltaf, og þetta hefur yfirlega verið svona undanfæri á mér að eitthvað svona manísku ástandi, sko. Þegar þú byrjar að upplifa... Já, þegar ég fæði svona eitthvað. Og verður þá smeykur þegar þú... Nei, ekki lengur, en svo ég bara næmur á fólk og líðan fólks og svona, maður svona, ekstra næmur. Hefur alltaf verið? Já, ég meina, þetta alveg ósýnilega vinjasku og svona, spyrstundum krakkana í þessum fyrirlestri í framhaldsskólanum, geðheilbrigðismál og ég er bara búin að fara í 5 framhaldsskóla af 40 og hann er margt sem hefur breyst því ég man að ég fór fyrst í framhaldsskóla að tala um geðheilbrigðismál 1993 og ég spyr krakkan alltaf hvort þeir hafa átt ósýnilega vin í æsku, sko, og það er alltaf svona 10-20% sem rétt bönd og viðurkenna það. Þú veist að 7. skilninga þetta hafi eitthvað nefnir verið opið. En það sem kemur á óvart núna er svo með unga fólki er hvað eru rosalega passív. Já, hvernig þá? Bara þora ekki að tala og bara, passív bara. Og auðvitað er það þannig þegar þú unglingur eða ung manneskja að þú kannski er træddur að tjáði fyrir fram aðra eða eitthvað þrýstingu og svoleiðis, en mér finnst þetta að vera meira en það og ég er bara að vera að velta fyrir mig hvort að þetta geti ekki tengst líka eitthvað þessu mikla inputi, sko, það er alltaf input einhvern veginn, endals content sem þú ert að taka inn, sko, hvort þetta geti ekki áhrif að þessi bara einfallega minna output, sko. Ég vil þessi ekki sambland af því og síðan líka einmitt að þegar það kannski fer að verða þægilegt að þú ert alltaf með hann að síma og þú getur bara að senda skilaboð, þá krefst það þess ekki af þér, ég menna þegar við vorum ungir, sko, maður þurft að fara og banka á dyr til þess að segja má hann koma út að leika, sko. Þannig að ástralega voru upptíðin, það var komið einhver ástralsk rannsókn núna á ungu fólki sem notaði síma mikið, þetta er bara tölvöða mikil áhrif á heilan, að breytingar á heilan. En þeir eru nú að ganga alla leið og banna símana í skólunum, eða á samfélagsmiðlunum, og ungt fólk fær ekki að fara lengur á samfélagsmiðla. Já, á meðan að það er á skólatíma. Neini, bara, máttu ekki skráðið undir 16. Já. Ég er endar kannski það klassískt, sko, gamli kallinn sem að vil vita allt best, en ég er endar á því að það sé bara mjög sniðið, sko, því að það er alveg óvitað hvaða áhrif það hefur, ef við talandi um þetta, sko, veit ég, erum við með eitthvað gott íslenskt orðið input, svona bara eitthvað sem er að koma inn í heilan. Já. Og ég var að ræddi við Harald Erlendsson og hann geðlæknir og hann talaði um, sko, eitt stærsta í nútímanum við stærsta vandamáli væri að heilin fengi aldrei tími úrvinnslu. Nei. Það er stanslaust ný áreit að koma inn. Já. Og svo ertu jafnvel komin í það ástand að þú nærði ekki einu sinni úrvinnslu ástandi í svefni, sko. En þetta er eitthvað sem það átti að geta líka valið svolítið sjálfur og stýrt, en það er svolítið snúið kannski í dag. Mikið áreiti. Já. En hvað þú veist, með þessa næmu skynjun? Og hvað þessa fara meir á það, því við erum einmitt og talar um rafsegulsvið og við búum í samfélagi þessum svona, ég veit ekki, maður getur kallað þetta svolítið svona monokúltúra, við eigum allavega að vera eins en sko það er alveg í gegnum tíðina náttúrulega hefur alltaf verið fólk sem að virðist skynja meira en meðal maðurinn og af hverju ættum við einhvern veginn að vera að gera lítið úr því, sko? Gerum við það? Já, svolítið svona að skilur eins og segir, við erum svolítið bara búin að festa þetta allt inn í einhver ramma, einhverja vísinda. Vísindi eru náttúrulega alltaf bara það sem er best vita hverju sinni. Jú, sko, en við erum svolítið búin að tilenga okkur í gegnum árhundriðin svona tvíhyggjuhugsun. Og það er allt, það er gott og slæmt og svart og hvít, við setjum alltaf skala tvíhyggjunar, saman hvað það er. Þegar margir halda því fram og ég er komin að það, sko, að það sé bara svona ein alheimsvitund og allur aðskilnaður og all tvíhyggja sé bara mannanna verk. Og þú talar um skynjun og við höfum náttúrulega bara svona huglega nálgun á heiminn. Við erum með þessu orð og þetta tungumál sem við erum að tjá okkar svona huglega upplifun af heiminum við annað fólk. En við vitum ekki almennilega, sko,
getum ekki verið vissum að við séum að skilja þetta alveg eins eða sjá þetta alveg eins. Þetta bara svo orð, blátt fyrir þér, kannski eitthvað annað fyrir mér og meira þess að það sem við erum búin að teljum okkur við erum búin að hlutgera gegnum metra og kíló og allar þessar mæleiningar bara kollektív hlutgerning sko, því að 1 kíló í hendina mér kann að vera ólík upplifun og sama kíló í hendina þér. Já. Þannig að það þá 1 kíló. Þetta mjög áhugaverða pælingar. Þannig að þú veist, þegar maður fer alla þessa leið og komin að þá skoðan einhvern veginn að það sé bara ein alheimsvitund og það sé ekkert ég og allt þetta ego sem í gangi í heiminum sem óbúslega mikið, að það sé bara blekking og sé ekki til eins góða, sko. Ég líka svolítið að ekki þess að krakka áfram eða svona í fyrirlestunum að ræðum egoið, sko. Alltaf með allir krakkarnir með ég síma og nota mikið, sko, ég vil og mér langar og mér finnst og ég held og við gerum það öll eitthvað, við fæðust inn heim og byrjum að því að fá nafn og svo fyrir við bara að hlaða utan á þetta nafn og það ekkert og tengjum þetta sérstaklega mikið einhvern veginn, að því að svo erum við með svo brenglega gildismat, sko, það allt byggt eins og þú veist á, voru svo mikið byggt á efni og efnið virði og virði status og svo litast einhvern veginn hegðunarmynstur og samskiptamynstur okkur út frá þessu. Þetta náttúrulega einn stærsta leiðin til að búa til ákveðna tegunda tvíhyggju, sko. Jú, og það ekki hver ertu, heldur meira hvað gerir það. Þannig að það með að gera það einhvern veginn ofaldur en vera. En svo einhvern veginn áttar með sig á því, þetta bara 90 ára á teppin. Það fær 90 ár. Og flestir náttúrulega upp á 30, 40, 50 komast á þetta svona, fara að hugsa meira við heldur en ég. Já. Og auðmýktin færist yfir og ég held að fókusin breytist líka með árunum. Hvað skiptir máli? Og flesti fara svona oft að segja því að þessi efnisvirði eða peningar er ekki þess að skiptir máli og mér þótti þetta aðtilsvægt eins og með þessa rannsókn sem grundvallar þessar 3 spurningar sem fólk spyr sér við lífslok, sko. Og hvaða spurningar eru það? Og það eru þessar 3, sko, fyrsta lagi gaf ég raunverulega ást. Svona grundig spurning í lífinu, gaf ég í lífinu raunverulega ást. Og númer 2 var þetta með lifði ég lífinu lifandi. Og svo þessi 3, sko, lærðist mér að gefa eftir. Og það er kannski svona að því að við keyrum voðalega mikið áfram í eigin vilja. Og við viljum að hlutin sé svona svo okkur finnst það eiga að vera. Þannig, já, galdurinn er þetta að gefa eftir. Hversu góður ertu í því að gefa eftir? Á þess að gangir eitthvað þín mörk eitthvað svoleiðis. Nei. Það því að ég held við höfum alltaf miklar áhyggjur á hlutum sem skiptingum máli. Það er maður á ekki að hafa nýr áhyggjur. Það er ekki neitt þess að hafa áhyggjur af. Mér finnst þetta mjög áhugaverð punktar að því ég mitt það er svona einhvern veginn, það er svo eðlilegt að við þurfum að læra af okkar eigin reynslu, við getum ekki lært af reynslu annara, en samt einhvern veginn er það svo augljóst ef þú tala við, nú er góðu vinur minn fekk krabbamein og var bara á mjög erfiðum stað og þú veist, og hann einmitt segir þess að nætur þar sem hann var á spítalanum og hélt hann þyrfti bara kastin í hvítahanglega þess að hann kom svo sterkt í mig, þú hugsar aldrei ég hefði átt að vera meiri í vinnunni, ég hefði átt að þjána meiri pening eða ég hefði átt að eiga meira, einmitt þess að segir og þá svo auglist, maður er búin að heyra þetta frá svo mörgum, en einhvern veginn búum við samt í samfélagi sem að virðist einhvern veginn, við erum ennþá með svona virðismatið í gegnum sko, einmitt, hvað er það að gera og hvað er það að vinna og líka hvað áttu. Já. Og samt er svo augljóst að þú veist að þegar að fer að síga á seinni hlutana þá mun þetta ekki vera það sem að þú munt horfa tilbaka og hugsa að þetta skipt mest máli sko. Nei, það gerir það ekki. Og tengt inn í þá þetta sem þú veist að tala áðan með alheimsvitundina, að núna ætlaði búið að vera svona bylgja af psychedelic í gangi yfir heiminn. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.